Vinnuflokkar eru þessa dagana að koma sér fyrir vegna uppbyggingar kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka við Húsavík. Verktakafyrirtækið LNS Saga sér að steypa mannvirkin á staðnum, auk þess sem fyrirtækið sér að gera jarðgöng sem tengja eiga saman Bakka og hafnarsvæðið á Húsavík. Í síðustu viku var byrjað að steypa, en hjólin koma til með að snúast af alvöru í vor og sumar. Þetta svo menn gerir sér einhverja grein fyrir hvað þetta mikið, þá erum við með meir en 2000 tonn af steypustyrkta stáli. Við erum með í kringum 20.000 rúmmetra af steypu sem myndu gera eitthvað stærðargráðunni 2500 ferðir af steypubílum, steypu sem við kaupum frá steypustöðinni sem hér hinum megin við bæinn, sem steypir. Þannig séð þetta heilmikið verk, en svona mesta áskorunin verður tímafaktorinn, því að við erum ekki með nema 1 ár til að klára þetta. Þetta eru allmargar byggingar? Þetta eru nokkuð margar byggingar, svona í heildina þetta svona stærðargráðunni 25-6 byggingar, en sumar eru ekki voðalega stórar, en aðrar eru mjög stórar. En þegar þið takið að ykkur svona verk, þið fáið vantarlega teikningar, bara verkferlið, hvernig undirbúið ykkur? Þetta verk náttúrulega boðið út og síðan endar það með samning við verkkaupa, en allar teikningar, öll hönnun, þar að segja járn og steypa og allt saman, það kemur náttúrulega frá verkfræðistofu. Verkfræðistofan Eflu í Reykjavík og eitthvað kannski frá eigandanum. En þegar allt verður komið hérna á fulla ferð hjá okkur, þá þetta ekkert 8-5 vinna? Nei, við gerum ráð fyrir í sumar að fara yfir 100 manns í vinnu á staðnum og við erum með bollaleggingar að það þurfa að vinna jafnvel allan sólarhringinn, en sú ákvörðun hefur ekki verið tekin enn. Það mikið af járni í þessum byggingum? Mjög mikið, það mjög mikið járn í þessu og þið sjá það að þetta, þegar ég segi 2000 tonna járn ekkert lítið, þannig að það mikil járnagrind, og við erum byrjar að forbeygja og erum að byrja að binda. Er það svona mikið járn, er það út af jarðskjálftahættu eða hvað? Já, en þetta eru náttúrulega stórar og mikla byggingar og við erum náttúrulega á jarðskjálftasvæði, svo þess að menn eru náttúrulega þá með eitthvað meira járn þess vegna. En veggirnir, eru þeir svona almennt þykkir? Nei, já, það er náttúrulega ýmsar þykktir á veggjum, Veggir eru kannski 25-30 cm og sumt breiðara fyrir eftir álagi sem kemur á þá, Þú þekkir til svona framkvæmda, er þetta flókiverk sem þið eru að ráðast í hérna? Ekkert rosalega flókið tæknilega séð, en hérna samt sem áður, aðal áskorunin eins og ég sagði áðan er tímafaktorinn, en við þurfum að bora bergbolta og líma þá niður og þetta þetta er tæknilega séð svona áskorun. En hvernig gengur að ráða vinnuafl til ykkar? Er það allt saman klárt? Já, við erum að ráða menn og við munum nú, byggingariðnaðurinn á Íslandi á uppleið, svoleiðis að það er ekkert mikið af byggingariðnaðarmönnum á Íslandi á lausu, þannig að við munum keyra hér á Pólverjum og Ungverjum og Íslendingum líka náttúrulega, þannig að þetta verður svona einhver blanda af þessu. Hvenær verður allt komið á fullt hérna hjá okkur? Já, við vonumst til þess að vera komin á fulla ferð eftir kannski 2 vikur, en við erum bara að reyna að koma okkur í gírinn og vinna alveg, hvað ég segja, bara strax. en svona mesta vinnan verður náttúrulega þegar fer að vora, þá verður náttúrulega mestur krafturinn í þessu. En hérna á Bakka þá verið að setja upp vinnubúðir og svo framvegis núna bara akkurat þessa dagana? Já, það verið að setja upp vinnubúðir fyrir þá menn sem eiga að vinna hérna, og því á hluta til eigum við að fá vinnubúðir hérna í næstu viku, Þannig að þið farið inn til Húsavíkur til þess að snæða og svo framvegis ennþá? Já, við erum í gistingu inn á Húsavík og fæði, en þegar að vinnubúðirnar eru klárar þá verður bæði gisting og fæði á staðnum. En þetta verður bara þorp, bara hérna svona nokkuð myndalt þorp þegar mest verður?
Á byggingatímanum sko verður, við verðum hér með á annað 100 manns og og svo koma fljótlega aðrir verktakar náttúrulega, reisa stálvirki og ýmislegt þannig að hér verða í maí kannski, ég veit ekki, 300-400 manns, en þetta er nokkiskun. En á svona byggingarstað, Íslendingar, þeir eru forvitnir og svona eru vanir því að bara vaða inn svona nánast á skónum. Öryggisreglur á svona stað, þær eru talsverðar. Það eru mjög strangar öryggisreglur og menn að girða svæðið af. Þannig að hér verður engum hleypt inn nema sem að hafa farið í gegnum sérstöku öryggisnámskeið. Já, það er bara þannig. Já. Þannig að þú færð ekki að fara hér inn nema í sérstöku vinnufötum og búin að fara á öryggisnámskeið, þannig að ferðamaðurinn fær ekki að fara hér inn. Þið eru með stór verkefni hérna fyrir norðan. Já, við erum með Þeistareykjavirkjun sem byrjaði í fyrra vor. Við erum með þetta verkefni sem við erum að tala um. Svo erum við með veginn og göngin frá höfninni á Húsavík sem nær hingað inn og svo er þilrekstur í höfninni sjálfri, þannig að við erum með við erum með 4 stór verkefni hérna á þessu svæði. Sko. Þannig að þið eigið svæði bara? Já, næstu því. Þú ert tiltölulega nýkominn frá Noregi þar sem þú varst við að setja upp mannvirki. Eru Íslendingar framarlega í þessum efnum? Já, við erum alveg framarlega í þessu. Við þurfum ekki að bera neitt kinnroða fyrir öðrum. Þetta er svolítið svona, það er stemning hérna, vertíðastemning bara. Já, þetta er bara eins og, þetta er vertíð sko, menn eru hér í úthöldum og menn eru hérna lengi og svo fara menn heim í frí og þannig að hér myndast náttúrulega stemning, já, það er rétt. Og þetta er karla samfélag? Já, mestuleyti, já. Það er ekki margar konur hérna. Er þetta alltaf skemmtilegt saman hvaða verkefni eru sem þú ert að fást við? Já, þetta er alltaf gaman og þú bara færð alltaf nýja áskorun og alltaf eitthvað nýtt sem þú þarft að kljást við. En þessi áskorun, það er sem sagt að byggja upp og sjá eitthvað verða til? Áskorunin er að sjá náttúrulega eitthvað, sjá einhverja byggingu eða eitthvað sem þú ert að fást við. Það er áskorunin og sjá það gerast og verða okkur til sóma. En þetta er líka svolítið svona skrifstofuvinna hjá þér? Jú, þetta er mikið pappírsvinna líka. Og það er náttúrulega, við erum náttúrulega með fullt af fólki í öllu, bæði í verkstjórn og pappírum og öllu mögulegu. Þannig að það er bara tilhlökkun hjá þér svona í upphafi árs? Já, hér er ekkert nema bara gaman framundan.